Já, Lárus, tap gegn ÍR í rosalega miklu stigaskotsleik. Hvernig tilfinningin eftir leik? Það alltaf leiðilegt að tapa og eins og segir, að skora rosalega mikið. Ég held að við vorum 64 stig í hálfleik og ég held að metið í fyrri hálfleik sé 64 hjá okkur á móti Stjörnunni. Þannig að það var lítið varnir. Menn fengur fullt að leika að lausum hala. Þannig að það var eiginlega bara það lið sem myndi hitta á betri skotleik myndi vinna þennan leik og bara þeir sem við gömbluðum á myndi ekki hitta, Collin og Davíð, þeir hittu, þannig að bara kredd og þá. Eins og segir, þið gömbluðu svolítið á Collin, það sást alveg, þið voru að gefa honum pláss. Það var tímabil í öðru leikluta þegar þið náðu ykkar forskoti, þá klikkaði hann á 1-2 skotum. Svo er hann tekinn út og þá kemur einhver annar og hann setur niður skotin. Já, í rauninni. Þannig að þú takk ekki reyðilega aðeins á okkur varnarleiknum. Svo kannski við náðum ekkert alveg að nýta okkur kannski að vera aðeins stærri undir körfunni með Manta, svo hann var í svona villu vandræðum allan leikinn. Og það bitnaði líka aðeins á okkur. Af hverju spilaði tennis mótleiki með ykkur? Já, hann bara búinn að vera slappur, þannig að við gátum ekki notað hann. En við vissum alveg á því. Þannig að mér átt bara Jamal standa sig fínt og auðvitað hann hjálpaði okkur eitthvað en við erum svolítið með nóg á mönnum. Er eitthvað líkur að ná í leiknum á móti KR? Já, ég býst nú við því. Hann getur ekki verið slappur í heila viku. Hvernig er að gíra sig í leik sem átt að fara fram í desember? Skiptir einhver máli að það sé búið að fresta honum núna rúman mánuð? Nei, við erum ekkert að fara í einhver jólafylling að þá sko. Þannig að við erum búin að undirbúa okkur tvisvar fyrir þennan leik. Þannig að við bara tökum hvíld á morgun og svo undirbúa okkur í þriðja skiptið á sunnudaginn og svo bara spila á mánudaginn. Það er ekki lengra, takk fyrir það.